Góðan daginn og verið velkomin í þáttinn minn Stjórnmáli með Bryndísi Haralds. Við höldum áfram á vegferð okkar, ég að ræða skemmtileg mál og eins og ég hef sagt, oft svolítið tengt umhverfismálum, en nú hef ég fengið til minn Gunnar Þorgeirsson, formann Bændasamtaka Íslands, og við ætlum að ræða landbúnað og umhverfismál, því að ég held að þetta tvennt eigi hérna mjög vel saman. Gunnar, vertu velkomin til mín. Takk fyrir það. Gott að fá þig. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Sumir eru svona að velta fyrir sér hvað þingmaður Suðvestur kjördæmis eða höfuðborgarsvæðisins sé að velta fyrir sér landbúnaðinum. Sumir vilja láta landsbyggðar þingmönnunum það eftir, en ég hef nú sagt að við séum svo sem þingmann landsins alls og svo er það auðvitað þannig að hér er stærsti markaðurinn. Hér eru væntanlega flestra landbúnaðarafurðina neytt hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég bara, svo ég grípi boltan þarna, sko. Ég held að þingmenn á höfuðborgarsvæðinu eigi ekki að vera með minnimáttakennd gagnvart landbúnaði. Nei. Því að höfuðborgarsvæðið er að framleiða 25% af frumframleiðslu vöru í landbúnaðargeirann af matvælum. Já. Fyrir utan vinnslustöðvar og afurðastöðvar í landbúnaði. Þannig að ekki vera með minnimáttakenndi við landbúnaði á höfuðborgarsvæðinu. Nei, ekki það, engin minnimáttakennd og ég státa reyndar að landbúnaði í minni sveit, Já, sko, í Mosfellsbænum, það er kjúklingabænum sjálfum og kalkunabænum. Já. Heyrðu, en það er kannski hittir vel á núna að vera að ræða landbúnaðinn þegar nýverið kom út þessi hérna fallega bók, landbúnaðarstefna, Ræktum Íslands, og þetta er svona umræðu skjal sem að ráðherra var núna að gefa út og ég veit að Björn Bjarnason og Hlédís komu að vinnslu þessa skjals hér í samstarfi meðal annars við Bændasamtökin, fóru hér hringferð landið og gáfu sér góðan tíma í þetta sem hér liggur fyrir. Á þessu kjörtímabili er líka búið að vinna matvælastefnu. Þannig að það er nú ýmislegt búið að gera í þessum efnum og ég verð að fagna svona hvernig nálgunin er á þennan málaflokk því að svona sem höfuðborgarþingmaður hefur mér oft fundist þegar verið er að ræða landbúnaðarmálin að þá séum við fastari í einhverju sko afurðaverði og styrkjakerfi og tollahömlunum og svona frekar en að horfa einmitt á þetta sem risastóran neytendamarkað og svo ákveðið svona þjóðaröryggismál. En þið eru búin að vera dugleg að bjóða til ykkar frambjóðendum og ég hef fengið tækifæri til þess að heimsækja ykkur og ég sé það svona á ykkar samfélagsmiðlum að þið hafi fengið fulltrúa frá, er öllum flokkum eða vel flestum eða hvað? Já, við hefum fengið heimsóknir frá flestum flokkum og það er allavega á dagskrá í næstu viku fleiri, þannig að við gerðum þetta strax að senda á kosningastjóra á öllum flokkum. Þar sem við buðum í heimsókn til þess að ræða einmitt íslenska landbúnað. Og segðu mér hvað, svo hérna þeir sem eru að horfa, hvað er það sem þið eru að segja? Hvað eru þið að predika yfir okkur hérna verðandi þingmönnum? Við hefum kannski talandi skýrsluna Ræktum Ísland. Þá liggur fyrir endurskoðun búvörusamninga 2023. Já. Það liggur fyrir að 2026 þá líður þessu samningu sem er í gildi í dag. Ég hef sagt, ef við ætlum að semja, endurskoða samningana 23 og undirbúa samninga 26, þá þurfum við að hafa landbúnaðarstefnu fyrir íslenska þjóð. Einmitt. Þannig að ég segi bara, Ræktum Ísland, drauginn að landbúnaðarstefnunni. Ég bara hvet alla þingmenn og ráðamenn sem að verða kosnir 25. september. Ekki taka þetta skjal og setja það í skúffu. Því að það búið að eyða gríðarlegri vinnu í þetta skjal. Þetta er ópólitískt skjal að mínum að þó að Björn hafi unnið þetta og menn geta haft alls konar skoðun á því að hverju sjálfstæðismenn að vinna einhverja landbúnaðarstefnu fyrir íslenska landbúnað. Þetta er ekki á þeim grunni. Þetta er umræðu skjal og bændur hafa síðan komið að þessu núna í allt sumar og sent inn athugasemdir og mér sýnist, ég hef nú ekki alveg búin að lúslesa skjali því að það er nýkomið út og ég hafa búið að vera mikið að gera. Mér sýnist búið að vera að fanga þær athugasemdir sem komu fram á fundum. Akkurat. Með bændum. Já. Og bændur eru dálítið áfram það að þetta verði klárað eins og ég segi, þannig að við vitum hvert við erum að stefna að því að vera með landbúnað, þá er það ekki bara eitthvað sem að við reddum á einni viku eða 10 dögum ef að vantar mat á Íslandi. Nei, akkurat. Það tekur 3 ár að búa til einn naut. Já, einmitt. En kannski út af því ég var nú að spyrja hérna fyrir þáttinn hvenær þú hefði tekið við Bændasamtökunum sem var í mars 2020 sem var 5 mínútur í COVID. Já.
Og það má nú líka alveg velta fyrir sér, ég meina, nú erum við farin í gegnum heimsfaraldur. Ég ætla að leyfa mér að orða með þeim hætti því að ég held að þessi tíð sé svolítið liðið þó við séum ennþá að passa okkur og svona. En þarna komu þetta allt í einu upp í, heyrðu, hvað að fara að gerast? Nú þurfum við að tryggja matvælaframleiðslu, þá voru sérstakar undanþágur gagnvart matvælaframleiðslu. Þannig að þið hafið væntanlega þurft svolítið að svona taka á einhvers konar stýringu varðandi framleiðsluna? Já, og bara fyrstu mánuðin fóru í raun og veru bara að búa til aðferðafræðina hvernig ætlum við að halda hnökralausri vinnslu til þess að sinna neytendum. Þetta mátti hvergi stoppa, ekki á framleiðslustiginu og ekki á afurðastiginu og ekki á dreifingastiginu. Þannig að þetta var heilmikið púsl og í sláturhúsum voru menn í alls konar vaktaskiptum og hólfaskipt, þannig að fari ekki allir í sláturhúsum í sótkví og allt þar fram eftir göttunum. Og þetta tókst? Þetta tókst sem betur fer og menn hafa nú og meira segja síðastlið haust í smalamennskum, þá voru mjög strangar reglur akkurat í smalamennskum, þannig að það var ekki heimilað nema bara þeir sem áttu fé. Það kom í réttir. Mátti enginn fara í réttir þá var 2 kindabil, núna var 1 kindabil í réttum. Þannig að svona hefur þetta verið útfært. En í mjög góðu samstarfi við landlæknisembættið og stjórnvöld og svo aftur bændur hafa virt þetta alveg gríðarlega. Því að menn hafa náttúrulega miklar áhyggjur af því vera einyrkjar og lenda í að fá flensu og verða síðan allt í einangrun og hvað gerur þá? Já, einmitt. Hver á að sinna hverju og hvernig á að taka á því. Þannig að þetta svona blessunarlega gekk nú allt eftir. Og þannig að getum við þá sagt núna að við eigum svona áætlanir ef einhver tímann sambarilegt kemur upp og þá eru til áætlanir og það er að fara að keyra eftir því. Nákvæmlega. En við heldum að svona laga myndi aldrei gerast. Nei, nákvæmlega. Þannig að en einu sinni alltaf eitthvað fyrst. Já, en kannski minnir þetta okkur, ég tala oft, ég meina Ísland eyja en ekki eyland, en svo stundum gera svona viðburðir sem að gætu gert það að verkum að við værum allavega eyland í svolítinn tíma og þá kemur þið svolítið inn í þetta með fæðu öryggið sem þið eru að vinna með. En aðeins líka varðandi landbúnað, nú finnst mér svona umræðan íslenskan landbúnað vera svolítið svona mistæk, orðað með þeim hætti. Eigum við að, mér langar að þess að ég verið svo mikið að hitta ungt fólk sem óbúslega upptekið af umhverfismálum og af góðri ástæðu því að það er auðvitað risa stór málaflokkur sem að ég hef ítrekað sagt að sé svona okkar stæðsta viðfangsefni sem að störfum á hinum pólitíska vettvangi og við náum engum árangri að rífast það í þingsal eða sem ráðherrar einhvers staðar, við þurfum að vinna þetta með fólki og meðal annars með atvinnulífinu. Algjörlega. Og þá koma bændasamtökin og bændasamfélagi svolítið sterkinn og þið hafið nú verið að tala um það að þið hafið ákveðna lausnir. Já, við ef hún nefndir áðan og við vorum að bjóða tilvonandi þingmönnum í EPSO og okkar aðal áhersla í málefnum landbúnaðarins er landbúnaðarstefna, umhverfismál, tollaumhverfi, þannig að íslensku landbúnaður geti lifað í takt við væntingar neytenda og íslensku þjóðarinnar til afurða til þess að neyta. Og það sem við erum að vinna, við erum í loftslagsmálunum, við erum með 2 verkefni sem annars vegar heitir loftslagsvænni landbúnaður sem er í raun og veru bara leiðbeining til bænda hvernig þeir geta sparað kolefnisspor í frumframleiðslunni, minnka áburðarnotkun, nýtt betur skít, minnka olíunotkun. Við erum í gríðarlegri þróun í kynbótum til þess að fá meiri afurðir per einingu til þess að fækka einingunum en skila samt sem áður jafn miklum afurðum. Og bara með því erum við að spara umtalsvert í kolefnis útblæstri. Og erum við farin á stað með þetta? Er það bara hugmyndavinna eða eru bændur farnir að vinna eftir þessu og bara farnir að sýna fram á minna kolefnisspor? Okay. Sérstaklega þessi sem er að taka þátt í þessu
loftslagsvænni landbúnaðar verkefninu. Það byrjaði með sauðfjárbændum okkurum, síðan eru kúabændur að koma inn í þetta, garðyrkjubændur koma sennilega á þessu ári, lok þess árs. Þannig að það svolítið verið að tvinna þetta inn í alla greinar. Þannig að menn verið svolítið meðvitaðir sko í raun og veru sótspor eigin framleiðslu, ef við getum orðað þannig. Og hvað getur viðkomandi aðili sparaði í sótsporinu í sinni framleiðslu. Og þetta svona bara, við erum með RML með okkur í þessu verkefni sem síðan leiðbeinandi fyrir bændur það hvernig má draga úr átbúranotkun og hvernig betur að fara að rekstrinum til þess að minnka kolefnisútblásturinn. Svo erum við annað verkefni sem við erum búin að vera undirbúa núna alveg frá því að ég kom í bændahöllina sem heitir kolefnisbrúin og hún unnin í samstarfi við skógabændur. Það sem við erum að horfa til sko í raun og veru skilgreiningu á ákveðnum hektarafjölda sem tekin út í upphafi ferilsins. Bændur fá leiðbeiningar það hverju á að planta og hvernig á að planta. Og síðan eftir 5 ár þá kemur óháður úttektarraðili sem tekur þetta út og gefur út vottorð bindingu á þessum tiltekna tíma og síðan hugmyndafræðin svo að menn bindi kolefni þar sem þeir ekki geta komist hjá því að leysa út í andrúmsloftið eins og olía á dráttavélar eins og við fáum eitthvað rafmagnsdráttavélar en þá en kannski í framtíðinni eða vetni eða hvað sem sko. Þannig að menn geta kannski kolefnisjafnað eigin framleiðslu með skógrækt. Og við horfum líka til þess að í þessari kolefnisbrúaverkefni að þeir sem eiga umfram kolefni geti verið bara með þá markaðslegum forsendum því að það eru fullt af fyrirtækjum sem vilja kaupa kolefnisbindingar. Og þá erum við í rauninni að tala bara, eigum að segja nýja grein landbúnaðar, bara afurðin þá kolefnisbinding. Algjörlega. Og í framhaldi að því það bara efni viður til húsbygginga. Já, akkurat. Og þá talandi sjálfbærni sko, hvenær verðum við sjálfbær? Við verðum það náttúrulega sennilega aldrei, en við getum orðið sjálfbærari. Já, með timbur meinar. Já, og bara akkurat. Allt sem við erum að gera. En sko, mér fannst þetta nefnilega svo áhugavert þegar voru að segja okkur frá þessu og ég hef svolítið trú á því að svona framtíð íslensk landbúnaðar þurfi svolítið að breytast í takt við bara breytingar í samfélaginu og þessi búgrein, kolefnisbinding er mjög áhugaverð. En varðandi matvælaframleiðsluna sjálfa og þessi skref sem að þú varst að segja mér frá hérna áðan, sko frábært og æðislegt að bændur gera það, en hvernig ætli að láta mig sem neytanda vita af því þannig að ég geti með upplýstum hætti valið vörur sem að eru með fá kolefnisspor? Það náttúrulega sko þessi umræða á þessum kolefnisvettvangi sko eitthvað sem að bara þetta bara skoðun einstaklinga það hvernig allt þetta þessi kolefni verið til og sko svona hinn raunmælingar á kolefni sko hvernig kolefni verið til allt og lítið til hér á Íslandi. Við höfum verið að tala eins og til dæmis með votlendissjóð að minnka sko útblástur kolefnis með því að endurheimta votlendi. Gott að blessað. En á bakvið þetta liggja allt og litla rannsóknir til þess að geta sagt hvað þetta mikið og hvað þetta gefur af sér inn í end. Þannig að sko ég held að við þurfum svolítið bara að taka samtalið því að það er ekki minni binding í kolefni landgræðsluverkefni sko bænda á afrétti til dæmis. Við erum að endurheimta landgæði og ekki bara með trjám, heldur líka með landgræðslu. Og ég segi sko að þessi kolefnisbrú verður kannski einbreið til þess að byrja með á grundvelli framleiðslu skógræktar. Ég held að þessi kolefnisbrú gagnvart bændum getur orðið tvíbreið eða þríbreið eða enn stærri. Þar sem við getum verið með sko önnur akreinin gæti þá verið landgræðsluverkefni. Þriðja akreinin getur verið endurheimt votlendis þar sem að það á við og getur virkað. Þannig að ég held að við þurfum að hugsa þetta svolítið þannig að við náum árangri því að ekki veitir okkur af sko, með við nýjustu skýrsluna. Sko. Nei, og nákvæmlega, ég hef nú tekið það fyrir í nokkrum þáttum og það er alveg rétt að þú veist þetta með
með bindinguna þegar við erum að tala að hérna, fylla upp í skurðina og svona sem að við vitum sannarlega að virkar en við vitum ekki hversu mikið og þannig þurfum við bara að hérna, stíga við vísindin áfram á þessum vettvangi. En það sem ég kannski að velta fyrir mér að þegar ég fer bara út í búð og ég vel hér nautakjöt eða gott ostin minn eða hvað það af íslenskum landbúnaðarafurðum að þið sem framleiðendur upplýsi mig meira það hvernig þessar afurðir voru unnar og ef að ég vil frekar velja til dæmis lambalæri frá bóndanum sem búinn að fara í gegnum þetta verkefni hjá ykkur, farin að kannski að nota repjuolíu á dráttavélina sína, leggur sig fram með að rækta landi, nota minni að tilbúnum ábyrgðum og þetta. Hvar erum við stödd með það? Ég geti sem neytandi valið frekar slíkar vörur. Við höfum aðeins verið að velta þessu fyrir okkur sko, hvort það væri hægt að búa til sko kolefni spor sko, bara í punktum. Einmitt, einfalt og skýrt. Já, ég segi það sko, getur verið sko 5 punktar á pakningunniðinni og umhverjus sko léttasti kolefnis væri kannski bara með 1 punkt. Já. En innflutt nautakjöt frá Brasilíu, þessum að búið að brenna regnskógana, væri með 5 punktar sko. Og þá segir löggjöfunum í Evrópusambandinu þá má ekki vera viðskipta hamlandi þegar það kemur á markaði sko. En fólk kallar eftir þessu. Já. Og við erum núna að undirbúa búvörumerki sem að við svona vonast til þess að geti orðið svolítið, við treystum því og við förum ekki á staðan nema að það verði trúverðugt því að búvörumerki þarf að vera merki sem að sýnir að það íslensk framleiðsla, það tekið út af þriðja aðila, það ekki bara ykkur og ykkur sem að tekur þetta út, heldur þetta tekið út af þriðja, þetta bara vottað og á vottunni að 100% í kjöt og mjólk og grænmeti þarf að vera íslensk afurð, ef það unnin vara, eins og pilsur eða þess áttar matvara, jógúrt, að þá 75% af því grunnvara íslensk og resti má vera bætiefni. Þetta eru skilirnir sem eru sett fyrir þessu búvörumerki, annað fær ekki að vera þar sko. Þannig að ég held að nú hefur verið leggja fram breytingar á merkingu matvæla og þá vera heimilt að merkja það bara með barcode sko. Ég held að snjallvæðingin á þessum grunni verði dálítið hvati til þess að, eins og þú segir, bóndinn sem orðinn kolefnis jafnaður, að það kom bara mynd af honum þegar þú skanna lærið og hann segir bara já. En sko þetta einmitt nálgun út af því að ég var nú að segja, ég kem hérna á Mosfellsbæ og þar eru nú hérna frægu kjúklingabær og kalkunabær og mér finnst það gaman að ef að ég tek upp kalkun og ég fæ bara mynda þessari fallegu fjölskyldu upp á Reykjum sem að ræktaði þennan kalkun og ég veit að þau standa þarna sem fjölskylda sjálf að þessu rekstri. Já og það allt undir sko. Já og fyrir mér sem neytandi þá gefur það mér eitthvað að ég sé að versla við hérna fjölskyldubú. En hérna aðeins inn í svona, ég sagði svona framtíð íslensk landbúnaðar og við erum svo sem búin að tala eins það í þessu en ég ætla kannski ekki að segja áhyggjur en það alveg augljóst að svona neyslumynstrið hefur breyst á síðustu árum og það má alveg búast við að það breytist enn meira. Og nú ég að vísa í það að veganisma, dýravendunarmál og út frá umhverfisvendun hvað þú borðar og allt þetta. Hvernig eru þið sem bændasamtökin og íslenski bændur að bregðast við því að það að koma upp bara nýir markaðir sem að gera bara öðruvísi kröfur heldur en eldri kynslóðin gerði? Ég alveg sammálaður í þessu sko. Það heilmikil neyslu breyting sko. Við þurfum ekki að fara mörg ára aftur í tíman að kjúklinga voru nú bara eitthvað svona munaðavara sem að mann borðuðu bara á tillitum, mjög spari sko. Og við meiri sé að muna það og ekki erum við nú gömul sko. Akkurat. Þannig að þetta hefur breyst alveg ótrúlega hratt og auðvitað eru bændur meðvitar þessa þróun og þessa breytingu. En ég held að við þurfum líka svolítið að horfa til þess og að tala neyslu breytingar sko. Ég fer inn í mjólkurkjali, inn í Bónus eða Krónunni. Haframjólk þarna orðin
næstu orðið jafn stór hluti eins og bara mjólkukæli, svo hluti af mjólk í mjólkukælinu. Já. Og þá segi ég, býtu, við í okkar kerfi erum ekki að bregðast við hvernig aukum við kottrækt og hafrarækt á Íslandi til þess að verða sjálfbærari. Við erum að rækta cirka 2% af kottmeti á Íslandi. Annað innflutt. Ég sá það var sérstakur kapli þetta. Þannig að þú raunast að segja við eigum hér góðan möguleika á kottrækt. Við eigum bullandi tækifæri í kottrækt á Íslandi. Og þannig að þá getur við farið að búa til íslenska haframjólk. Já. Það er með þess eitt af verkefnunum sem var styrt í matvælasjóði sem var presenterað í gær. Verkefni að búa til haframjólk, sko. Þannig að menn eru komnir þangað, sko. Þannig að, en það er náttúrulega glatað að fara að búa til haframjólk úr sólgrín haframjöli, sko. Einmitt. Þannig að ég held að við þurfum líka bara í sameiningu, pólitíkin og bændasamfélagið og segja hvernig eflum við akuryrkju og kottrækt á Íslandi í fyrsta lagi með rannsóknum og yrkjum sem við getum notað. Það er nú kannski grunnurinn að því. Og hvað hentar fyrir íslenskar aðstæður. Ég ætla nú ekki að tala sunnlenskar aðstæður, ég er algjörlega orðinn deprimeraður og þessi rigningu hér sunnan heiða, ég er bara sorry. En sko, við verðum einhvern veginn að fara að nálgast þessi verkefni í stærri skala heldur við erum að gera. Og þar vantar okkur svolítið backup og skilning að þetta er í raun og veru bara ný búgrein. Og þannig erum við í rauninu bara að tala sko rannsóknir og nýsköpun. Já, algjörlega. Og ég segi sko, ætlum við síðan að hafa kottþurrkunarstöð heima hverjum einasta bæ? Nei, það gengur ekkert upp þannig. Þannig að við þurfum að hugsa þetta svolítið í svona samlagskerfi eða einhverju kerfi þar sem að menn geta bara lagt inn hrávöru og fengi bara greitt fyrir hrávöruverðið og svo er bara einhver vinsla sem vinnur kottnavörurnar. En þið bændu það ekki þannig úr öðrum búkureinum að gera þetta með þeim hætti. Þetta er eitthvað sem við verðum að fara að stíga næstu skref í, sko. En sko þú nefnir hérna kottræktina og nú veit ég að þú ert nú sjálfur í garðyrkjunni og það er það ekki örugglega alveg mjög stækkandi búgrein hér á landi? Já, sko, ef við erum með 40% markaðshlutdeild á íslensku markaði, þá hljóta að vera tækifæri. Er það ekki? Annað er bara misskilningur, sko. Og svo sjáum við, fleiri og fleiri verða sko vegan eða leggja meiri, við erum bara út frá umræðum lýðheilsu og annað, þá vitum við það að okkur skortir alltaf að borða meira af grænmeti og ávöxtum. Algjörlega. Þú veist, er ekki bara bullandi framtíð í þessu? Jú, en þá þurfum við líka svolítið að hugsa innviðina, sko. Og hvað ertu þá að vísa í? Raforkuna eða? Ég bara velti fyrir mér raforkunni, sko. Já. Sko, mér skilst á Akureyrasvæðinu getur ekki selt sko 2 kW hraðsuðketila því hann tekur mikið rafmagn, þá sloknar á bænum, sko. Þetta er kannski örlitlar íkjör en það er rétt hjá þér að það vantar að bæta dreifikerfi sérstaklega þarna yfir, það er alveg rétt. Og svo erum við að tala það að það er svo græna lausnir og orkuskipti og efla garðyrkju með sko efleri lýsingu og allt þetta. Þetta kostar öfluri innviði til þess að við getum gert þetta. Akkurat. Og þannig ertu náttúrulega bæði að tala innviðina sem fela í sig dreifinguna sem við vitum að vantu upp á, en svo auðvitað er það óhjákvæmilegt ef við ætlum að fara í þessu orkuskipti og íta enn frekar undir svona græna landbúna, þá þurfum við líka að virkja og nýta þessar auðlindir okkar. Þetta hlaði bílinn á Langanesi, sko. Já, akkurat. Líka. Akkurat. Ekki bara í Mosfellsbæ og í Reykjavík, nákvæmlega. Það er rétt hjá þér. Ég var með sko vilda hugmynd sko það hvar ég geti sett risa ylræktaverk, sko. Já. Og rætti við Landsvirkjun og þeir voru svo sem alveg til ég að selja með raforku, sko, en svo mér að tala við Landsnet og Landsnet spurði hvort ég lesi kerfisáætlun Landsnets. Nei, mér vantar bara rafmagn. Já, og ef það stendur ekki í kerfisáætluninni þá var það ekki fyrir eftir 10 ár. Ok, og hvar áttu rafmagn? Á Þeistareykjum? Ok, þá verður maður bara að fara þangað. Þú ert í alvöru, þetta er alvöru dæmisaga. Þetta var viðhorfin, bara sorry. Ég ætlaði að reysa á Suðurlandi, sko, að ég er suðurlendingur, en ég áfarað Þeistareykji. Þannig að verðum að næst væntalega þingið næst. Þau verða glaðir að fá þig þar. Heyrðu, en þetta er auðvitað, þarna kemur inn á auðvitað risastórt mál sem þetta er bara stór mál fyrir, sko, byggðaþróun í íslensku samfélagi. Já, og þetta er eitt af þessum stóru málum í kosningunum núna. Það eru innviðir og orkuskiptin, þar sem við teljum okkur geta
lagt hvað mesta mörkum í Algjörlega. þessari stóru verkefni. En svona nú tíminn að renna út hjá okkur. Framtíð íslensk landbúnaðar, ertu bjartsýnn? Ég ótrúlega bjartsýnn sko. Ég annars hefði ekki tekið þetta að mér. Því að það bullandi tækifæri eins og ég segi í íslensku landbúnaði. Við getum gert betur. Ég held að kolefnisbinding og kolefnisjöfnun minni kolefni verði ekki gert án bænda og lands. Og svo getum við náttúrulega að tala stærsta landeigendan sem ríkisvaldið. Hvað ætla þeir að gera við sínar jarðir sem að líka hamlandi. Við erum að setja aðbúnaðarreglugerðir í íslensku landbúnaði þar sem að menn þurfa að standa kröfur Evrópusambandsins langt umfram það sem að nágrannar okkar þurfa að gera. Við erum að flytja inn afurðir óskilgreint frá einhverjum aðbúnaði sem við vitum ekkert hvað og okkur alveg saman það. En aðbúnaði heima skal vera í lagi. Og svo, en þarna ertu að koma inn á svolítið, bara svo fólk sé átt að segja á því hvað verið að ræða þarna. Já. Við eðlilega viljum við að dýraverndun og sjónarmið sé heiðri höfð. Algjörlega. Og ég efast ekki að íslenski bændur fari þar fremstir í flokki. Það hafa komnar aukna regluverk í kringum þetta, bæði út frá hollustuvernd en ekki síður út frá dýravernd. Já. En það sem í rauninni þið eruð að halda fram að matvæla eða dýrarækt annar staðar á Evrópusvæðinu sé bara ekki að fylgja þessum reglum sem að þó koma þaðan. Já. Þeir eru skynsamari í því að skrifin undanþágur heldur við og við erum síðan að keppa við þennan geira í óháð. En þá spyrir mig í alvöru, viljum við undanþágur þegar kemur að dýraverndinni eða? Nei, setjum þá bara sömu reglur það sem á að flytja inn. Algjörlega. Er það ekki málið? Jú, ég meina það bara málið. Ef við gerum það, þá skal ég bara... Já. En þú ert að segja einhver lönd og ég hef heyrt ykkur tala Pólland í þegar efnir það ekki að það séu undan þá gagnvart dýraverndun og löggjöf Evrópusambandsins. Já, það aðbúnaðarreglugerðin. Aðbúnaðarreglugerðin. Hún tók náttúrulega risastökk með nýjustu breytingum. Já. Og það fól í sér kallað á töluvert mikla fjárfestingu mikla fjárfestingar hjá bændum, bæði í öllum fjósum landsins, í öllum svínahúsum landsins, í öllum kjúklingahúsum landsins, í öllum hænsnabú eða eggjaframleiðslu húsum landsins og sko frá með áramótum að óbreyttu þá mega hænur ekki verið í búrum en við flytjum inn 1000 tonna af eggjum á ári. Eru það frá búrhænsnum eða? Veitu, en þessi egg sem við erum að flytja inn erum við þá að nota í matvælaframleiðslu? Já. Það ótrúlega mikið magna eggjum sem við erum að flytja inn. Okay. Og í hvers konar vörum eru? Þau eru bara soðin og tilbúin, með þess að nýðsnitt og bara nefndu það, í samlokur og mötuneyti og... Okay. Þannig að sko, við erum látni keppa á þessari ekki dýravelferðar, heldur aðbúnaðarreglugerðum og þær eru mjög strangar og talandum sko jarðeigendur sem ríkið, einn af þeim, það eru ábúendur hjá ríkinu sem leiguliðar. Þeim sko, það eru settar aðbúnaðarreglugerð aðbúnað í fjósi. Þeir óska eftir að fá að breyta fjósinu en það sem að sko, fjósi eru mjög gamalt, þá þarf að byggja nýtt. Því að það ekki hægt að breyta gömlu fjósi á grundvelli aðbúnaðarreglugerðarinnar. Og þá segir ríkisvaldið nei. Og eiga þá bara bændur og leiguliðar íslensku þjóðarinnar að bregða búi af því að þeir standast ekki í reglugerð sem að ríkið setur sjálft og vill svo ekki leyfa þeim að bregðast við. Okay. Þetta hræðilegt. Já. En þetta eitthvað sem við hljótum að geta bjarga með svona tiltölulega einföldum hætti. Myndum að rætla? Þessi viðkomandi einstaklingur búin að standa í ströggli síðan 2016. Okay. Þannig að ég veit ekki hvað þarf að einfalda stjórnkerfi mikið til þess að það gangi eftir. Þetta bara raunveruleikin sem við búum við. Já. En sko nú erum við runnin út á tíma, komin í svona sérstaka umræðu, en ég samt fagna því mjög að okkur hafi hér tekist að tala sko framtíð íslensk landsbúnaðar, verið sammála að hann sé bjartur, tala umhverfismálin og kannski breytar þarfir á markaði. Já. En við erum ekki að tala ríkisstyrki og bann við einhverju. Og nú get ég stoppað.
Nei, en í umræðinum landbúnað verður svo oft einhvers staðar þar, eins og þetta snúist allt saman það einhverja millifærslur og annað, en ekki það að við séum að framlega bara heilnæmar hollar og góðar afurðir. Við erum alltaf að tína okkur í því. Sko, í hinum vestræn heimi hvergi landbúnaðar stundaður án aðkomu ríkisvaldsins í að tryggja fæðu öryggi viðkomandi þjóðar. Já, akkurat. That's bottom line. Er þetta ekki bara rosa góð lokaorð? Algjörlega. Já. Gunnar, kærar þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Það var gaman að ræða þetta við þig og út af við vorum að tala þessa ágætu bók þá vildi ég nú nefna það því að ég eins og kannski margir hafa nýtt sumar í að hlusta mikið á bækur, Storytel í miklu uppáhaldi hjá mér, en þá komst ég að því ég var að finna þetta inn á heimasíðu ráðuneytisins að þeir eru meira sem þetta á hljóðbók. Þannig að maður getur farið að hlusta á svona skýrslu sem auðvitað algjör snilld. Heyrðu, kæra þakkir fyrir komuna og áhorfendur góður, ég þakka ykkur fyrir að fylgjast með. Ég ætla að vera hérna aftur að viku liðinni. Þá ætla ég að fá til mín hana Erligerði læknir og við ætlum að ræða lýðheilsumál. Ég held áfram auðvitað að tala mín uppáhaldsmál og það sem mér finnst svona stæðst til framtíðar. Og þá erum við auðvitað að tala bæði matvæli eins og vorum að ræða hérna áðan en ekki síður kannski hreyfingu og hvernig íslenska þjóðin þarf að hegða sér til að forðast alls konar lífstíl sjúkdóma sem að ég held að sé án efa það mesta og stæðsta sem við getum gert til að efla okkar heilbrigðiskerfi þar að segja að bæta lýðheilsu þjóðarinnar. En það er á 15 eftir viku. Takk fyrir að fylgjast með í dag.